Góðan dag, kæra sveitarstjórn og áheyrendur og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 262 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir sú sem hér stendur Guðveig Eyglóardóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvarð Ólafur Traustason fjarverandi, í hans stað situr fundinn Þórður Brynjarsson, Telma Dögg Harðardóttir fjarverandi en í hennar stað situr fundur Brynja Þorsteinsdóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir fjarverandi en í hennar stað situr fundinn Logi Sigurðsson. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir og Lilja Björg Ágústsdóttir sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs ritar fundargerð. Forseti óskar eftir því að bæta inn með afbrigðum einum lið á fundardagskrá en er að ræða mál nr. 25-03-102 og það er lagning jarðstrengja í Borgarbyggð 2025 og verður málið undir fundarlið nr. 17 og færast öll mál þar eftir upp eitt númer til samræmis við þetta og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytingu dagskrá að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Á fundadagskrá eru því samtals 25 fundarliðir, 17 afgreiðslumál og 8 fundargerðir lagðar fram. Okkur er þá ekkert að vanbúnaði að byrja og venju samkvæmt þá er það sveitarstjóri sem flytur okkur skýrslu sveitarstjóra. Fyrsti liður á dagskrá. Gjörðu svo vel, Stefán Broddi Guðjónsson. Takk fyrir. Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, kæru íbúar og aðrir áheyrendur. Byrja bara á því að það er gott að vera búið að ljúka samningum við Kennarasamband Íslands. Vona bara innilega að við höldum áfram þeim fókus sem búin að vera á skólana og skólastarf í landinu og við höldum þeim fókusi áfram og á það verkefni að halda áfram að byggja upp gott skólastarf. Ég vona sjálfsögðu að samningarnir skili þeim árangri sem er stefnt að fjölga fagmenntuðum kennurum og gera þetta starfað enn meira aðlaðandi starfsvettvangi. Þannig að það er auðvitað ljóst að kjarasamningarnir fela í sér talsverðan kostnaðarauka og fyrsta mat á kostnaði í samanburði við áætlun sveitarfélagsins er að launakostnaður á yfirstandandi ári hækki ca. 120 milljónir króna en félagar í KÍ eru langstærsti launþegahópur sveitarfélagsins og sveitarfélagana. Við munum auðvitað leggjast betur yfir áhrifin á næstu vikum og þá hvernig sveitarfélagið bregst við. En allavega ljóst að fjárhagsáætlun tekur einhverjum breytingum. Þetta er auðvitað stærri pakki en við höfðum gert ráð fyrir en vonandi skila sér í enn betra skólastarfi. Nú starfsumhverfi í skólum er auðvitað eðlilega búið að vera mikið til umræðu og þeirri umræðu verður haldið áfram milli sveitarfélagana og kennarasambandsins og svona bara í samfélaginu og ég bara ber auðvitað bara mikla vonir til þess. Svona í umhverfinu sem að snýra okkur þá þetta svona í umgjörðinni standum yfir endurbætur á skólahúsnæði víða í sveitarfélaginu og eða er nýlokið og má nefna að það framkvæmdir standa yfir í Borgarnesi og Kleppjárnsreykjum og lokið á Varmalandi. En það er vonandi til þess fallið að bæta umhverfi fyrir starfsfólk og nemendur. Það er áfram verk að vinna til dæmis í húsnæði leikskólana svo sem í Borgarnesi. Nú ég heyri það bæði á nemendum og starfsfólki að fjárfesting í upphafi skólaárs í bættum tölvubúnaði hefur skipt verulegu máli og ég vona bara að við berum gæfu til í þessu sveitarfélagi að halda áfram á svona þessari braut og þessari hugsun sem ég held að sé svona stóra hugsunin hjá okkur að halda áfram að í raun að gera þannig umgjörð og bjóða upp á þannig aðstæður og bæði hvað varðar svona umgjörð og þetta kennsluefni og lausnir og fleira að það sé með því besta sem völur á hverju sinni. Nú þá aðeins að leikskólunum og því leikskólar í Borgarbyggð eru framúrskarandi á Íslandi samkvæmt árlegri könnun sem að Gallup framkvæmdi meðal íbúa í stærstu sveitarfélögum landsins og það er ekki bara að við erum með þeim bestu, við erum bara skorum fram úr, við erum Íslandsmeistarar í þjónustu leikskóla með þessa könnun og það er bara, við erum aðeins þakklátt fyrir það og þakklátt og stolt af því afskaplega góða starfi sem fer fram í leikskólunum og bara skila góðu hverju og hamingjóskum til þeirra sem að svona helst halda málum í leikskólum sveitarfélagsins. En auðvitað það er spurt ýmis atriði varðandi þjónustu sveitarfélaganna.
Nú það heildar ánægja með sveitarfélag sem stað til að búa á. Hún hækkaði svona lítilega milli ára og annað árið í röð og 79% svarenda segjast ánægð með Borgarbyggð sem stað til að búa á. Þannig að við erum svona tósast upp á við og svo finnst mér sérstaklega vænt það eiginlega þegar íbúar spurðu þjónustu sveitarfélagsins. Þá höldum við áfram að hækka á milli ára og svo sérstaklega þeir spurtur þjónustu á skrifstofu sveitarfélagsins, þá áfram svona hækkun á milli ára og við á réttri leið. En ég veit auðvitað það enn verk að vinna, en við erum á góðri uppleið. Við höfum lagt áherslu á að styrkja þjónustustigið og svona bjóða upp á nýjar leiðir í þjónustu við íbúa og vonandi það að skila sér. Og þetta veitir okkur svolítið byr í seglin að allavega kannanir sýna að við séum á réttri leið, en auðvitað að efla þjónustu og þjónusta er langhlaup og við höldum svona áfram að gera kannanir og fylgjast með skilaboðum íbúa hvað varðar mat þeirra á þjónustu sveitarfélagsins. Ánægjulegt líka við erum að skorum vel þegar kemur að mati á þjónustu við eldri borgara. Á móti stöndum við ekki vel að vígi í samanburði við önnur sveitarfélög þegar kemur að mati íbúa á því hvernig aðstaða er til íþróttaiðkunar. Þar erum við að skora lægra en eiginlega öll önnur sveitarfélög. Og það er auðvitað stór átak framundan og skóflustunga nýju fjölnota húsi handan við hornið, þannig að þessi hópur hér og þeir sem eru að hlusta taki frá og horfa, taki frá næsta 50 klukkan 17, eftir svona rétt rúmlega viku og þá er stefnan sett á skóflustunga að þessu nýja húsi og gerum það með pompi og prakt og vonum það einnig að þá verði til sýnis nýjustu teikningar að hönnun hússins. En það er alveg ljóst að þetta hús mun gjörbreyta aðstöðu til íþrótta og ýmiss konar hreyfingar í sveitarfélaginu. Hreyfingar og samveru skulum segja. Nú liggur fyrir líka hvernig öryggissvæði verður útfært og aðkoma á framkvæmdasvæðunum. Ég vil nota tækifæri hér til að þakka öllum þeim sem hafa komið að þeirri vinnu að svona lagt hönd á plóg í þeirri svona vinnu við útfærslu. Það hafa mörgum steinum verið velt í þeirri vinnu. Frá sveitarfélaginu, skólunum, lögreglunni og foreldrum, og fleira auðvitað. En ég held að mín skilaboð séu þau að við höldum bara áfram meðan á þessum framkvæmdum stendur, hafa vakandi auga með öryggismálunum og við bregðumst bara við ef við metum þörf á. Þannig að þetta er bara áframhaldandi vinna en það má finna í raun útfærslu á svona öryggismálunum og öryggissvæðinu og ákomu leiðum inn á heimasíðu sveitarfélagsins. Nú meira þá að svona íþróttatengdum málum og klárlega íþróttamálum. Nú stendur yfir vinna við nýja íþróttastefnu fyrir sveitarfélagið. Hún er fyrsti hluti af lýðheilsustefnu sveitarfélagsins sem verið að vinna. Í kvöld er almennur fundur á Hótel Vesturlandi. Nú á mánudaginn var síðan góður samráðsfundur með lykilfólk í íþróttahreyfingunni í Borgarbyggð. Þá hefur verið að heimsækja grunnskólana og við áttum mjög gott samtal við unga fólkið. Ég er bara mjög spenntur yfir þessari útkomu sem við fáum úr þessari vinnu varðar íþróttastefnu sveitarfélagsins og það hefur líka verið sérstaklega ánægjulegt að fá bara góða þátttöku bæði frá íþróttahreyfingunni og vonandi að fá góða þátttöku frá almenningi í kvöld og það hefur verið afskaplega ánægjulegt að fá líka skilaboðum frá nemendum grunnskólana. Þannig að við höfum alltaf fengið mjög gott veganesti. Síðan verður stefnan að leiðarvísi fyrir sveitarfélagið í málaflokknum. Ég vona að svona drög verði tilbúin til umsagnar fyrir sumarið og í haust verði stefnunni síðan hrundið í framkvæmd. Nú fyrir sveitarstjórn í dag liggur samkomulag lagningu jarðstrengs á kafla í landi í eigu sveitarfélagsins. Þetta er partur af stærra verki þar sem RARIK er að efla flutningskerfið og auka afhendingaröryggi í sveitarfélaginu. Ég kannski ræðum þetta betur á eftir en við höfum alltaf átt heilmikil samskipti við RARIK og við þökkum fyrir þær endurbætur sem standa yfir á innviðunum og þeim framkvæmdum sem RARIK er að leggja í og þökkum þeim fyrir gott viðbragð og góð samskipti að undanförnu. Þessi sveitarstjórnarfundur, hann endurspeglar held ég að það er mjög margt í gangi í framkvæmdamálum í sveitarfélaginu og þeir dagskrárliðir sem hér eru lagðir fram eru flestir hverjir tengdir í skipulagsmálum og framkvæmdamálum. Nú vék ég áðan að könnun meðal íbúa og þar höfum við hins vegar verið að við eigum við ramman reip að draga í skipulagsmálum og við erum ekki að
við erum að skora frekar lágt þegar kemur að mati íbúa á skipulagsmálum, en það er eins og ekki annað sagt að málafjöldin sem að fara í gegnum skipulagssviðið hjá okkur mjög mikill í hverju mánuði og það er mjög gott verk unnið og held ég við séum að í gegnum það svið að ýta undir og standa vel að því að styðja við þær framkvæmdir sem eru í gangi í sveitarfélögum sem eru óvenju miklar. Bæði á vegum íbúa og annarra sem eru hér eiga hér erindi og eru hér í framkvæmdum og svo á vegum sveitarfélagsins sjálfs. Það er eitt að hafa skipulag og skipulagsmálin klár og svo annað að kynna og markaðssetja. En okkar áætlun sérstaklega þegar aðeins svona í kringum sumarið og sérstaklega inn í haustið að vera mjög áberandi í auglýsingu og kynningu á Borgarbyggð og á nýjum lóðum fyrir íbúa, byggð og atvinnulíf. Eins og þið sáu kannski að á umfjöllun sem að HMS sendi frá sér um sveitarfélagið og byggði svona okkar á þeim skilaboð sem kom frá okkur bæði í húsnæðisáætlun og í þeim gögnum sem birst í kringum vinnu við aðalskipulag. Það var mikið í pípunum og en svona okkar kynningamál munu kannski ekki síst beinast að nýju hverfi í Bjarslandi, íbúa og atvinnulóðum á Hvanneyri og svo atvinnusvæði við Vallarás, en auðvitað verður samhliða þessu ýtt undir kynningu á sveitarfélaginu sem framúrskarandi búsetukostir sem það er. Nú það mikil umræða vegamálin og við í Borgarbyggð höfum verið alveg samstíga sveitarfélögum á Vesturlandi að ráðist verði sem fyrst í breinar endurbætur þar sem neyðaraðgerð beinlínis þörf. Neyðaraðgerðar þörf. Og það aðalega horft til Snæfellsnesvegar sem eru þetta miklu leyti hér í Borgarbyggð og Vestfjarðavegar í gegnum Dali. Það svona það sem að lögð áhersla á og neyðin brýnust og það skiptir þetta í miklu máli að þessi samheldni og hversu samstíga sveitarfélögin á Vesturlandi eru og ég held enda almennt séð þá mjög gott samstarf og svona traustur grunnur að byggja á í þessu samstarfi sveitarfélagana og það held ég að skipta okkur og fleytir okkur vonandi áfram í þessu máli. En svona í lokin ég vil bara aðeins þá vekja tala aðeins innviðamálin og vegamálin því að ég held að það sé einfaldlega ef við hugsum innviðaskuldina og ekki síst að hugsa hana út frá samhengi svona samgöngumannvirkja og vegamála þá held ég að það séu fá sveitarfélög ef nokkur sem eiga jafn mikið inni í uppbyggingu í vegamálum og í Borgarbyggð. Og hér ekki síst við það hvernig einfaldlega samgöngubætur geta skapað ný verðmæti og stækkað samfélagið okkar. Og ég veit að ég hef rætt þessi mál við held ég alla þingmenn kjördæmisins, samgönguráðherra, forsætisráðherra og fjármálaráðherra og ég veit og auðvitað á sem kollegum mínum á Vesturlandi þá sátum við fund með forsætisráðherra og ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála nú á mánudaginn og ég veit að allt sveitarstjórnarfólk hér í þessu sveitarfélagi hefur sömuleiðis unnið kappsamlega að þessu máli og þrýst á að við fáum uppbyggingu og tryggja fjármögnun inn í samgöngumálin í þessu sveitarfélagi og í fjórðungum. Ég gæti haldið langt mál það svona hvernig við höfum svona stöð að það var hallað á okkur í framlögum til málaflokksins en ég læt það bíða betri tíma en það eins og ástæða til þess að við látum í okkur heyra í umræðunum fjármögnun stórra og smárra svona samfélagslega mikilvægra verkefna. Því að segi, stóra innviðaskuldin í vegakerfinu ekki síst skuld við samfélagi eins og hér í Borgarbyggð. Skortur á fjármagni til framkvæmda bitnar á tækifærum samfélagsins hér og það að finna leiðir í fjármögnun og tryggja að fjármögnunin geti leyst úr læðingi mikla, að tryggja það að hún geti leyst úr mikla krafta og læðingi hér. Það bara stórt samfélagsmál fyrir okkur og ég mun halda áfram að beita mér í því og ég veit að sveitarstjórnarfólk alveg á sama máli og að við beitum okkar kröftum á þeim vettvangi og að þrýsta á að hér verði uppbygging og unnið verði á innviðaskuldinni sem svo sannarlega hér í þessu sveitarfélagi. En ég ætla bara að láta þessu lúkið í bili, það verður góðar umræður hér þau mál sem framundan eru og þakka fyrir mig og hlakka til að góðan fund hér með ykkur á eftir. Takk. Þakkum Stefáni Brodda Guðjónssyni sveitarstjóra fyrir góða yfirferð. Þá erum við komin að öðrum dagskrárlið hér í dag sem ber heiti samstarf uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Bjarslandi með málsnúmeri 1912-083 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 698
þar sem farið var yfir stöðuna vinnu við gatnagerð við Birkikletti í Borgarnesi, en þar eru framlögð drög af viljayfirlýsingu milli Borgarbyggðar og Kaupfélags Borgfirðinga lausn á ágreiningi veglínu Birkikletts meðfram lóð Kaupfélagsins við Egilsholt og skerðingar lóðarinnar vegna framkvæmda við veglínuna. Í viljayfirlýsingunni felst að Borgarbyggð hyggst bæta KB skerðingu lóðarinnar með greiðslu kostnaðar vegna malbirgunar á bílastæði vestanvert við húsnæði KB. Lausn ágreinings kemur í veg fyrir að tafir við yfirstandandi framkvæmdir og stuðlar að því að umhverfi íbúahverfisins verður íbúavænna og þetta var samþykkt samhljóða í byggðaráði. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir viljayfirlýsingu dagsetta 26.2.2025 milli Borgarbyggðar og Kaupfélags Borgfirðinga lausn ágreinings veglínu Birkikletts meðfram lóð Kaupfélagsins við Egilsholt og skerðingu lóðarinnar vegna framkvæmda við veglínuna. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja dagskrárlið sem ber heiti Fjölskyldunefnd Borgarbyggðar með málsnúmeri 2409326 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar og þar segir í bókun byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti breytingar á samþykktum vegna stofnunar Fjölskyldunefndar Borgarbyggðar og vísa þeim áfram til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn tekur til fyrri umræðu samþykkt vegna stofnunar Fjölskyldunefndar Borgarbyggðar og samþykktu vísa til síðari umræðu í sveitarstjórn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fjórða dagskrárlið sem ber heiti upplýsingatækni umhverfi Borgarbyggðar úttekt með málsnúmeri 2406235 og það afgreiðsla funda byggðarráðs númer 700. Það framlagður samningur vegna úttektar á upplýsingatæknimálum fyrir Borgarbyggð. Hlöðver Ingi Gunnarsson sviðsstjóri fjölskyldusviðs og Þórunn Unnur Birgisdóttir verkefnastjóri sátu fundir undir þessum lið. Og byggðarráð samþykkti samning við Deloitte dagsettan 12. febrúar 2025 fyrir sitt leyti og fól sveitarstjóri að skrifa undir enda rúmast kostnaður vegna úttektar innan fjárheimildar ársins. Og þetta var samþykkt samhljóða í byggðarráði. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagðan samning við Deloitte dagsettan 12. febrúar 2025 og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 5. dagskrárliður ber heiti Notendaráð og samráðshópur í málefnum fatlaðs fólks með málsnúmeri 20.03.205. Þann 13.2.2025 var haldinn kynningarfundur á Notendaráði og í kjölfarið buðu 6 einstaklingar sig fram. Öryrkjabandalag Íslands og Landssamtök Þroskahjálpar hafa verið upplýst tilnefningarnar. Þann 11.3. var lagt í kynningar hjá velferðarnefnd uppfært erindisbréf fyrir Notendaráð í málefnum fatlaðra með eftirfarandi bókun. Velferðarnefnd samþykkir þær breytingar sem eru lagðar til og vísar til staðfestingar í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir erindisbréf fyrir Notendaráð í málefnum fatlaðra með áorðnum breytingum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 6. dagskrárliði hér í dag sem ber heiti reglur fjárhagsaðstoð með málsnúmeri 14.01.005. En þann 11.3.2025 voru kynntar uppfærðar reglur fjárhagsaðstoð Borgarbyggðar. Bókun velferðarnefndar var eftirfarandi. Velferðarnefnd samþykkir þær breytingar sem lagðar eru til og vísar til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir reglur fjárhagsaðstoð Borgarbyggðar með áorðnum breytingum og felur sveitarstjóra að birta reglurnar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 7 hér í dag sem ber heiti Kleppjárnsreykir skólasvæði breyting á deiliskipulagi málsnúmer 25.02.310.
Það er afgreiðsla fundar skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 74 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu að óverulegri breytingu á deiliskipulagi með þeim breytingum sem ræddar voru á fundi til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 26.2.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Grenndarkynnt verður fyrir þeim aðilum sem hagsmuni eiga að gæta. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla bara til nánari útskýringar að þarna útskýra það að þarna að ræða óverulega breytingu á nýju deiliskipulagi fyrir skólasvæðið. Þarna annars vegar verið að hliðra og stækka byggingareit undir þeirri byggingu sem er verið að byggja, þar sem það rúmaðist ekki nákvæmlega eins og endaleg hönnun á húsinu gerði ráð fyrir. En jafnframt er verið að stækka skólalóðina og eins og flest ykkar viti þá eru við í samningum við ríkið stækkun lóðarinnar út að Snældubinstaðavegi og þarna bara verið að skilgreina lóðina sem eina lóð alla leið þangað. Takk. Takk kærlega fyrir þessar útskýringar, Davíð Sigurðsson. Og forseti gefur ennþá orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga að bókun fyrir. Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi Kleppjárnsreyki skólasvæði. Breytingin er sett fram í greinargerð og á uppdrætti dagsettur 26.2.2025. Breytingin tekur til afmörkunar skólalóðar þar sem hún er stækkuð að Snældubinstaðavegi og stækkun byggingareita. Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið nr. 8 sem ber heiti fyrirspurn heimild á nýtingu á landi, Ölduhryggur, með málsnúmeri 2401/101 og það er afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 74 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd Borgarbyggðar leggur til við sveitarstjórn að heimila Borgarverki tímabundna nýtingu á landi sem ræðir fyrir geymslusvæði. Borgarverk vinnur nú að skipulagi og hönnun lóða fyrirtækisins þar sem gert verður ráð fyrir að allt lausafé fyrirtækisins verði komið fyrir. Borgarverk skal skila svæðinu þrifalegu og vel frá gengnu. Nýtingu landsins skal vera lokið í síðasta lagi í lok árs 2026. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er rétt að taka fram að þetta lausafé eru ekki seðlar, heldur væntanlega hlutir eða munir í eigu Borgarverks. En orðið er laust, það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun: Sveitarstjórn staðfestir að Borgarverki EHF sé heimilt að nýta tímabundið umrætt land með því skilyrði að landið verði hnitsett og gerður lóðarlegur samningur spilduna tímabundið til loka árs 2026 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem ber heiti Hreðavatn 1, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi með málsnúmeri 2501/077 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 74 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja og grenndarkynna byggingarleyfi fyrir þeim aðilum sem hagsmuni eiga að gæta í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangengnu samþykki landeiganda. Ef frekari uppbygging á svæðinu er áformuð skal liggja fyrir deiliskipulag fyrir svæðið. Og þetta er samþykkt samhljóða í nefndinni og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn heimilar skipulagsfulltrúa að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir þeim sem hagsmuni eiga að gæta að undangengnu samþykki landeiganda í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 10 sem ber heitið Stóru Skógaland og Stóragröf, umsókn stofnun lóða með málsnúmeri 2502/076 og það er afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 74
Þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að staðfesta fyrir sitt leyti ofangreind landamerki þegar merkjalýsandi hefur aðmarkað lóðina í landeignaskrá HMS og skilaðin undirrituðu gögnum til sveitarfélagsins. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir fyrir sitt leyti landamerkja milli Stóru Skógalands og Stórugrafar í Borgarbyggð samkvæmt uppdrætti frá landlínu dagsettan 9.12.2024 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá hér í dag ber heitið Eskiholtsskógur, landnúmer 229352, deiliskipulag með málsnúmeru 2310-297 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 74 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. lið á dagskrá sem ber heitið Flesjustaður, umsókn deiliskipulagsbreytingum með málsnúmeru 2502-141 og það er afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar nr. 74 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. og 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir eigendum sumarhúsanna Votiskógur 1, 2 og 4 sé frekari uppbygging fyrirhuguð til nefndin að gera þurfi heildarendurskoðun á deiliskipulaginu þar sem það er unnið samkvæmt eldri skipulagslögum. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir eigendum sumarhúsanna Votiskógur 1, 2 og 4. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 13 sem ber heitið Stuttárbotnar, Húsafell 3, landnúmer 134495, deiliskipulag með málsnúmeru 2301-040 og það er afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 74 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Stuttárbotna í Húsafelli. Lagður er fram uppdráttur dagsettur 18.2.25. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður er fram uppdráttur dagsettur 18.2.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 14. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Vindorkugarður á Þorvaldsstöðum, umsögn kynning matsáætlunar SLS með málsnúmeru 2503-043 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 74 og þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að fullvinna umsögn kynningu á matsáætlun vegna Vindorkugarðs á Þorvaldsstöðum í Borgarbyggð út frá þeim ábendingum og umræðum sem komið fram á fundunum og vísa til endanlega afgreiðslu hjá sveitarstjórn. Og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla bara til upplýsinga að benda á það að þarna er eingöngu að ræða umsagnarbeiðni frá Skipulagsstofnun varðandi þá matsáætlun sem lögð hefur verið inn í skipulagsgátt fyrir
mögulegan fyrirhugaðan vindorkugarð á Þorláksstöðum og við erum lögbundnir umsagnaraðilar og fyrir þessum fundi liggur tilbúin umsögn sveitarfélagsins unnin af skipulagsfulltrúa. Takk. Takk fyrir það, Davíð, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir umsögn skipulags- og byggingarnefndar kynningu á matsáætlun vegna vindorkugarðs á Þorvaldsstöðum Borgarbyggð. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það eru, má ég sjá aftur, það eru 7 sem samþykkja, einhverjir sem kunna vera á móti, 2 sem sitja hjá. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 15 sem ber heitið aðalskipulag, endurskoðun, vinnslutími með málsnúmeru 23.01.075 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundinu númer 74. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja viðbrögð og svör við ábendingum og umsögnum sem bárust á kynningatíma vinnslutillögu endurskoðunar aðalskipulags Borgarbyggðar 2025 til 2037. Já, það kannski taka fram að 2 fulltrúar í nefndinni bóka sérstaklega að þessi liður fundarboðs hafi farið fram hjá þeim og því gafst þeim ekki tími til að skoða gögnin nægilega vel til að taka afstöðu. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn vísar viðbrögðum og svörum við ábendingum umsögnum vinnslutillögu endurskoðaðs aðalskipulags Borgarbyggðar 2025-2037 til úrvinnslu hjá skipulagsráðgjöfum og skipulags- og umhverfissviði og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 16. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti Íþróttasvæðið í Borgarnesi, óveruleg breyting á deiliskipulagi með málsnúmeru 25.03.047 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundi númer 74. Þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga óverulega breyting á deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Breytingin á við svo óveruleg frávik að hagsmunir nágranna skerðast í eingöngu að vera landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga og 3. málsgrein 44. grein sömu laga og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur. Ég ætla að byrja á því að fá mig vatn. Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins legg ég fram eftirfarandi bókun undir þessum lið, þó hann tengist honum svona óbeint en ekki beint. Fyrirhugað framkvæmdasvæði fótboltahússins er á erfiðum stað út frá öryggissjónarmiðum og þá sérstaklega aðkomuleiðin sem liggur í gegnum leiksvæðið og aðaleið frá grunnskólanum og að íþróttahúsinu. Eins og Stefán kom inn á í sinni ræðu, þá er búið að vinna mikla öryggisúttekt og í bókuninni þetta kallar á vandasama vinnu byggingaraðila og sveitarfélagsins til að tryggja öryggi á svæðinu eins og kom fram hjá Stefáni. Á 700. fundi byggðarráðs var lagt fram minnisblað frá Eflu flóðahættu á íþróttasvæðinu. Samkvæmt því er ljóst að ráðast þarf í frekari sjóvarnir í kringum íþróttasvæðið á næstu árum. Þessi staða gefur tilefni til að endurskoða aðkomu að byggingarsvæðinu á þann veg að ráðast strax í
að útbúa aðkomuleið fyrir neðan íþróttahúsið og sjávarmegin við íþróttavöllinn. Með þessari færslu á aðkomuleiðinni á byggingatíma eykst öryggi byggingarsvæðisins mikið ásamt því að aðgangur verktaka að athafnasvæði eykst mikið þar sem að þeir getur nýtt svæði fyrir neðan íþróttahúsið sem athafnasvæði á byggingatímanum. Með þessari bókun viljum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetja meirihlutann til að skoða þennan möguleika og auka þar með öryggi vinnusvæðisins íbúum til heilla. Einnig viljum við benda á að þessi nýja aðkomuleið mundi síðan nýtast í framhaldinu við þá efnisflutninga sem þarf að ráðast í til að tryggja flóðavarnir á íþróttasvæðinu til framtíðar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurður. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta er vissulega alveg rétt hjá þér að mörgu leyti, Sigurður, að það væri alveg hentugt að setja veg fyrir neðan og þess áttar. En ég ætla bara að minna á það að við erum hér búin að undirrita og ganga frá verksamningi við aðila sem er að hefja verk. Það er verið að fara að taka skóflustungu að þessu húsi í næstu viku. Við getum ekki breytt skipulagi og bara heildarverkinu eftir að við erum búin að skrifa undir. Þannig að skiljið það rétt, er það tillaga Sjálfstæðisflokksins að rifta þessum verksamning hér og nú og fara í stórfellda breytingar á verkinu. Ef svo er ekki þá bara má þessi bókun standa en þetta er bara óframkvæmanlegt eins og staðan er. En það er alveg rétt, við þurfum að fara í heildarúttekt á flóðavörnum á svæðinu, við þurfum að gera heildarúttekt, dæmin sanna það að við þurfum að bara fara í heildarúttekt á öllu bæjarstæði Borgarness. Það er bara aukin flóðahætta út á hækkun sjávar en sko varnargarður, hækkun varnargarðs og styrking hans á íþróttasvæðinu þjónar meiru heldur en bara þessu húsi. Þetta hús stendur nánast allt utan mögulegs flóðahættusvæðis eins og það er útgefið af Veðurstofu Íslands. En fótboltavöllurinn gerir það ekki. Það er samkvæmt korti Veðurstofu Íslands flæðir upp að núverandi íþróttahúsi en það myndi ekki flæða upp í þetta hús. Þannig að styrking varnargarðs á svæðinu, heildrænt utan öll íþróttamannvirkin á svæðinu er bara það verkefni sem við þurfum að horfa á til framtíðar og hefja strax handa við hönnun slíks garðs. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Bara svo það sé á hreinu þá erum við ekki að leggja til að breyta hætta við að skrifa undir verksamningin eða breyta því. Það er algjörlega óháð þessu. Þetta er ný staða sem er komin upp með flóðavarnir til framtíðar. Við erum að benda á það að það er hægt að auka öryggi vinnusvæðisins með því að færa aðkomuleiðina fyrir neðan fótboltavöllinn sem myndi síðan nýtast í framtíðinni. Það hefur í rauninni ekkert með það að gera. Menn geta byrjað á því að nota núverandi leið sem er til staðar. Þetta tekur ekki mjög langan tíma að græja leið framhjá sem myndi þá bara takast í notkun þegar hún er tilbúin. Ég er alveg sannfærður það að aðalverktaki hússins væri mjög feginn því að fá þessa leið í gegn. Sko. Og þetta er ekki nema svona 300-400 metra sem er verið að tala um sem við erum að tala um að þyrfti að fara í núna að breyta þessu til þess að væri hægt að nýta hana. En við erum ekki að leggja til að það verði gengið endalega frá flóðavörninni sem slíkri. Það
það er lengra mál og á eftir að hanna hana. En það er hægt að gera á tiltölulega einfaldan hátt, ég gerir mig grein fyrir það að kosta nokkra milljónir, að gera þetta. Ég hveti ykkur bara til að skoða það og ræða það við aðalverktaka hvernig honum litist á þetta. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Davíð Sigurðsson hefur beðið um orðið. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Eins og ég sagði, Sigurður, þá er þetta ekkert afleitt hugmynd, en hún er óframkvæmanleg þar sem að ekki er hægt, það væri bara ekki hægt að gefa út framkvæmdarleyfi fyrir slíkri framkvæmd þar sem að hún er ekki inn á gildandi skipulagi. Við erum vissulega hér á þessum fundi að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi þessa svæðis, en þetta myndi ekki flokkast sem óveruleg breyting. Þetta yrði veruleg breyting og myndi taka allt að hálfu ári sem ekki væri þá hægt að hefja framkvæmdir vegna og þar fyrir utan að væri þetta magnaukning á verki og annað slíkt. Þannig að ég bara sé ekki grundvöll fyrir því. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Sigurður Guðmundsson hefur aftur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Það er nú ansi oft þannig í lífinu að menn láta reglurnar flækjast fyrir sér. Þetta er algjörlega, fótboltavöllurinn er á skipulagi. Þetta snýst bara um það að breyta flóðavörnin til bráðabirgða. Þetta snýst ekki um að fara með þetta í gegnum allt kerfi strax. Síðan þarf þá að sækja þegar það er búið að hanna svæðið. Og þetta er bara, eins og ég segi, þetta er svona oft, það er verið að flækja málin of mikið stjórnsýslulega með því að hefta framkvæmdagleði fólks. Takk fyrir það, Sigurður. Ég veit ekki hvort þú sért að leggja til að borgarfyrirtæki fari að fara fram hjá skipulagslögum og svona þeim sem að okkur ber að fara eftir, en orðið er ennþá laust. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn. Ég, einmitt eins og Guðveig kom hér inn á, að þá eru við sveitarfélag og við eigum að sýna gott fordæmi, fara eftir lögum og reglum í landinu, og því miður verða oft góðar hugmyndir að gjalda þess, en þar fyrir utan að þá væri þetta alltaf bara bráðabirgðarlaust að fara þennan veg, þar sem að fyrirhuguð stækkun á parketthúsi myndi loka fyrir þessa akstursleið leið og hafist handa við hana, þannig að þetta yrði engin framtíðar leið að þessu íþróttahúsi. Við þurfum hins vegar að fara í þá breikkun og styrkingu á þeirri leið sem er teiknuð inn í núverandi framkvæmdaáætlun til að tryggja aðgengi neyðarbíla og slökkviliðs, sjúkrabíla og þjónustubíls fyrir fatlaða að húsinu. Þannig að sú framkvæmd verður gerð burt séð frá öllu öðru, en takk. Takk fyrir það og orðið er ennþá laust þessa. Þetta er bara takk fyrir þessa góðu umræður. Það er svo sem líka ánægilegt að segja frá því að fyrir ekki mörgum dögum síðan þegar Básendaflóðið gekk ef við getum orðað þannig, yfir land og miðun og allt var á floti á Akranesi, að þá var nú næstu hægt að ganga þurrum fótum við íþróttamannvirkin í Borgarbyggð og það er kannski bara ágætt að minna á það í sögulegu samhengi að auðvitað vitum við ekkert hvað framtíðin ber í skauti sinni, en það hús sem við erum hér í til dæmis í dag er á uppfyllingu, Bónus, grillhúsið, allt íbúahverfið við Brákasund, lögreglustöðin, safnahúsið og svo lengi mætti telja. Þetta er allt saman á landfyllingu og við svona allavega 7-9-13, þetta hefur ekkert hreyfst mikið í áranna rás. Þannig að við vonum það að
að þau mannvirki sem verða þarna í neðri bænum í tengslu við íþróttamannvirki munu ekki verða til þess að fólk verði þar innlyksa í einhverjum flóðum, að við munum allavega að hafa eitthvað svigrúm til þess að hlaupa í burt ef svo ber undir. En hérna, já, eins og ég segi, það var svona áhugavert að fylgjast með þessum flóðum sem voru hér fyrir nokkrum dögum síðan að sjá hver staða okkar hér var allavega á þeim tímapunkti. En nóg það, þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga óverulega breytingu á deiluskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin á við svo óveruleg frávik að hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp og innsýn. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga og 3. málsgrein 44. grein sömu laga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 17. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið lagning jarðstrengja í Borgarbyggð 2025 með málsnúmeru 2503 102 og þar framlagður samningur milli Borgarbyggðar og Rarik lagningu jarðstrengs land í eigu sveitarfélagsins. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Mér langar bara að nota tækifærið undir þessum lið og minna á það að fulltrúar Rarik komu hér inn á fund byggðarráðs fyrir skemmstu og áttum góða fund með þeim þar sem þeir upplýstu okkur svona þau áform sem þeir hafa varðandi styrkingu kerfisins, þá sérstaklega hér inn á vestursvæði sveitarfélagsins þar sem hefur verið mjög gloppótt rafsamband upp á síðkastið og síðustu ár. En veikleiki þessa kerfis hefur einna helst verið á svæðinu frá Vatnshömrum og hér vestur að Rauðanesi í gegnum Borgarhreppinn. Og þetta bara fyrsti liður. Þeir eru að fara að endurnýja þennan legg allan. Þetta var sett í hálfgerðan forgang hjá þeim og þetta fyrsti liðurinn í gegnum Borgarland. Svo mun koma inn á næsta fund byggðarráðs fleiri kaflar í þessu verki sem við munum taka til nánari skoðunar og umfjöllunar frá Rarik. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara fagna þessu að það sé í raun og veru þarna smá kafli sem að færa okkur nær því að vonandi bæta þessi mál því að rafmagnsmálin sérstaklega á vestursvæðinu og reyndar í Uppdölum líka á síðasta ári ekki í góðu standi. Og sums staðar ófremdar ástand og menn eru farnir að telja rafmagnsleysi í jafnvel tugum. Þannig að ég fagna bara hverjum einasta bút sem að bætist við í vonandi nýrri lagnir og betri mál. Þannig að ég bara fagna þessu innilega. Takk. Já, þú tekið undir það. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið og það ekki fleiri sem kveða svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagðan samning á milli Borgarbyggðar og Rariks ohf. Lagningu jarðstrengja í Borgarlandi samkvæmt framlögðum uppdrætti. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá höfum við í rauninni lokið þessum afgreiðslulögum sem hér í dag og það komið að fundagerðum og forseti ætlar að óska eftir því ég sé þarna fundagerð skipulagsnefndar frá fundi nr. 74 og við erum nú þegar á þessum fundi búin að afgreiða marga liði frá þessum fundi skipulagsnefndar en fundargerðin sjálf ekki inni á dagskráni þannig að forseti óskar eftir heimild fundarins til þess að bæta þeirri fundagerð inn á dagskráni hjá okkur og yrði það þá dagskrárliður nr. 24. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá höldum við áfram með dagskrá og
Dagskrárliður númer 18 er fundargerð byggðra borgarbyggðar frá fundi númer 698 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að kem hérna upp til þess að kveða með hljóðs undir lið 18.3 afhendingar öryggi rafmagns í borgarbyggð. Ég vil aðalega bara koma hér upp og lýsa ánægju minni yfir fundinu sem við áttum með Rarik og færa þeim þakkir fyrir þann fund. Þar kom fram að það áformað á næsta árum verulegar fjárfestingar í dreifikerfinu hérna sem mun vonandi leiða til þess að rafmagnsöryggi, ég sannfærður það að mun aukast rafmagnsafhendingaröryggi mjög mikið og vonandi verða þessar tíðu rafmagnsbilanir úr sögunni innan fárra ára. Það verður nú ekki á næsta ári en þetta man nú ekki hvað þetta var langt plan, 6 ára plan sem að líður nú ansi hratt. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurður. Við tökum undir það. Það ánægjulegt að sjá að þeir eru strax að fara á stað núna þessu ári með 50-60 km kafla, minni mig að hafa verið. En orðið er ennþá laust undir fundargerð byggðra borgarbyggðar frá fundi númer 698 og það engin sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að 19. dagskrárlið sem fundargerð byggðra borgarbyggðar frá fundi númer 699 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Það engin sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. 20. liður á dagskrá fundargerð frá fundi byggðra borgarbyggðar frá fundi númer 700 og kannski gaman að taka það fram að því tilefni var sá fundur haldinn í Reykholti. En forseti gefur orðið laust þessa fundargerð byggðarás frá fundi númer 700. Það engin sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að 21. dagskrárlið hér í dag og það fundargerð frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 75 og ég bið formann nefndarinnar Sigrún Ólafsdóttir koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Þá það fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 75. Þar voru 3 mál á dagskrá að þessu sinni. Fyrst var það útboð á snjómokstri í dreifbýli og það mál sem við erum búin að vera að vinna í svolítinn tíma og sér nú vonandi fyrir endan á því. Allavega bókun frá nefndinni í þá vegu að starfsmanni var falið að fullvinna útboðsgögn í samræmi við umræður og vangaveltur sem þá voru á fundinum og við eigum von á því að næsti fundur staðfesti endanleg gögn. Nú annar liður á dagskrá fundarins voru umsóknir peninga í styrkvegarsjóð 2025. Umsóknin var aðeins fyrr á ferðinni heldur en venjulega og við vorum svo sem komin með þó nokkrar hugmyndir en bættum í það og sendum inn umsókn sem við vonumst innilega til þess að fá kannski heldur meira fjármagn í þó að það sé kannski bjartsýni en við lifum á henni. Núna á þessu ári því að það mörg brýn verkefni og við horfum svona til þess að skipta þessum verkefnum innan sveitafélagsins og svona finna þær lausnir sem að við getum komist eitthvað áfram með þau verkefni sem að brýnust eru og fyrirliggja. Nú þriðja mál á fundinum voru sem sagt samningar við refa og minkaveiðimenn. Það búið að vera lögð töluverð vinna í það núna að fara yfir það mál allt saman og svona reyna að færa þetta til betri vegar.
og þá fyrst og fremst með tillit til þess að endurgreiðsla hefur náttúrulega ekki verið að hækka síðustu árin, en það er töluvert af dýrum sem að þarf að eyða, þannig að við vorum svona að reyna að leggja upp með það að þetta væri gert á sem bestan máta. Og umhverfis- og landbúnaðarnefnd fól sem sagt starfsmanni að fullvinna þessa samninga og þeir eru lagðir fram sem sagt til staðfestingar og það er bara gott frá því að segja að þeir refa og minkaveiðimenn sem hafa starfað fyrir sveitarfélagið undanfarin ára að þeir eru allir líklegir til þess að halda starfi sínu áfram og á næstu dögum að þá eru lagðir fram samningar fyrir þá og við svona kannski förum síðar aðeins betur yfir það hverjar breytingarnar á þessu voru. En á þessum fundi var ekki fleira gert, einungis 3 dagskrárliðir, þannig að þetta er gott í bíli, takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, og forseti gefur orðið laust fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá ætlar forseti að biðja varaforsta að taka við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Eva Margrét Jónadóttir. Gott fólk. Þá erum við komin að lið númer 22 sem er fundagerð velferðarnefndar númer 158 og ég vil biðja formann nefndarinnar Guðveigu Eyglóadóttur að koma og fara yfir hana. Takk fyrir það. Já, það er fundagerð velferðarnefndar á fundi númer 158. Við erum nú þegar búin að samþykkja 2 dagskrárliði sem voru á þessari fundagerð, en fyrsti liður á dagskrá var trúnaðarbók. Annar dagskrárliður var reglur fjárhagsaðstoð sem við samþykktum hér fyrir í dag og kannski bara svona aðeins til þess að fylgja því eftir að þá erum við í rauninni aðeins má segja að svona herða reglurnar þegar kemur að fjárhagsaðstoð sem lítur að því að gert er ráð fyrir að viðkomandi sé ekki bara staðsettur á landinu, heldur líka að fólk sé staðsett í sveitarfélaginu og þurfi að gefa sig fram vikulega svona eins og tékkin, og þetta er í rauninni bara samskonar reglur og Vinnumálastofnun er með í sínum verkföllum, en ef að þessu er ekki framfylgt má gera ráð fyrir því að þessi fjárhagsaðstoð skerðist ef fólk gefur sig ekki fram hér, en þetta verður vonandi bara kynnt vel fyrir fólki. Nú, 3. liður á dagskrá var notendaráð samráðshópur í málefnum fatlaðra og þá fórum við yfir það erindisbréf sem við samþykktum hér fyrir í dag. Það má eiginlega segja að þessar breytingar sem voru gerðar í erindisbréfinu hafi verið algjörlega minniháttar og bara svona uppfærðar með tilliti til samþykkta sveitarfélagsins. Nú, 4. liður á dagskrá og þá var farið svona yfir stuttlega og kynnt samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga ábyrgðarskiptingu sem okkur eða sveitarfélagum hefur verið sent nýlega. En fleira var ekki gert á þeim fundi. Takk fyrir þetta. Þá vil ég gefa orðið laust varðandi fundagerð velferðarnefndar. Er einhver sem vill kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að lið númer 23 sem er fundagerð fræðslunefndar á fundi númer 241 og formaður nefndarinnar er ekki hér í dag, þannig að ég vil biðja varaformann nefndarinnar Guðveigu Eyglóadóttur að koma og gera grein fyrir fundagerðinni. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Það er fundagerð frá fundi fræðslunefndar sem var núna 10. mars, fundur númer 241. Og þar var fyrst á dagskrá farið yfir skóladagatöl fyrir leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu. En það hefur sem sagt verið gerð könnun
meðal starfsfólk grunnskólana varðandi vetrarfrí og það var farið yfir þessar niðurstöður. Svona helsti hvatinn af því að það var farið í að gera þessa könnun varðandi vetrarfrí skólana er svo að það er svona verið að reyna að koma í veg fyrir það eða komast hjá því að börn séu að fara í frí frá skólum á þeim tímum sem í rauninni ekki formleg frí og því miður þá bara verður að segjast að þetta hefur aukist síðustu ár að börn séu að fara í frí frá skólum og þetta er kannski ekki svo þróun sem við viljum sjá en við viljum aftur á móti með reyna að mæta því með mögulega að þjappa vetrarfríum saman þannig að þau verði lengri og tillagan er svo að sé þá að ræða annaðhvort viku langt frí fyrir áramót eða eftir áramót og vonandi verður með þeim hægt að mæta þessum vilja foreldra til þess að taka lengri vetrarfrí og svona komast hjá þessari fjarveru barna á skólatíma. En þessi fræðslunefnd lagði í rauninni til að þetta yrði lagt svona til umsagnar fyrir skólaráð foreldra í leik- og grunnskóla og við munum svo svona taka þetta áfram þegar við munum búin að fá okkur viðbrögð við því. Nú annar dagskrárliður bara heitir starfsemi mötuneyti á Vesturlandi og sviðsstjóri kynnti þar fyrir okkur í rauninni svona áform endurmenntunum fyrir starfsmenn mötuneyta og bara það er skemmst frá því að segja að það er bara mikill áhugi starfsfólk mötuneyta á Vesturlandi til þess að þiggja þessa endurmenntun. Bara mjög gott mál. Þriðji dagskrárliður þá var bara svona, þetta er svona kannski ekki fastu liður hjá okkur núna, það er að fara yfir stöðuna á framkvæmdum við annars vegar Grunnskóla Borgarnes og Grunnskólann á Kleppjárnsreykjum til þess að halda nefndinni upplýstri. Nú fjórði dagskrárliður sumarlokun á Hnoðrabóli. Þar lagði sviðsstjóri fram minnisblað varðandi tillögu að sumarlokun fyrir leikskólann á Hnoðrabóli en það hefur verið þannig og kannski tengdist svona erfiðleikum varðandi mönnun á Hnoðrabóli að sá leikskóli var lokaður í 6 vikur á síðasta ári en við erum í rauninni að leggja til að það verði núna að sumarlokunum verði minnkuð úr 6 vikum í 5 fyrir komandi sumar og fræðslunefnd var samhljóma í að gera þær breytingar. Nú þá var farið í 5. lið yfir vinnu við íþróttastefnu Borgarbyggðar og Sonja Lind, íþrótta- og tómstundafulltrúi kom til fundarins og fór yfir vinnu við þessa lýðheilsustefnu og Stefán Broddi fór svo svona yfir þetta í sinni skýrslu þar sem að þau hafa verið að fara inn í skólana og hafið haldið fund með fulltrúum íþróttahreyfinganna og svo annar fundur í kvöld og það hún Guðmunda Ólafsdóttir sem hefur víðtæka reynslu af íþróttamálum sem heldur utan þetta með okkur og fræðslunefnd fagnar að sjálfsögðu því að það sé byrja að vinna að lýðheilsustefnu okkur hlakka til þess að fylgjast með framhaldinu. Nú í 6. lið þá var farið yfir starfsemi frístundar í Borgarbyggð og það var hún Hugrún, forstöðumaður frístundar sem kom til fundarins og kynnti svona umgjörð sumarfjörsins í sumar og það er bara gert ráð fyrir að kynningar á sumarfjörinu komi bara núna fljótlega á næstu viku til foreldra og það var að vera að fara yfir svona akstursleiðir fyrir sveitina og en það liggur fyrir að sumarfjörður verði lokað frá 9. júlí og opna svo aftur 5. ágúst. En það er kannski ágætt að nefna það líka hér að það er verið að gera svona smá breytingar á skráningaformin á sumarfjörðinu til þess að hafa svona skýrari og betri ramma fyrir þá sem halda utan það varðandi bara ráðningu starfsfólk og annað og það verður líklega bara þannig að það verði opnað bara mjög fljótlega fyrir þessar skráningar í sumarfjörðu og það hefur verið mikil aðsókn í þetta eðlilega. Nú 7. liður vinnuskóli 2025 þá kom íþrótta- og tómstundafulltrúi til fundarins og fór yfir starfsemi vinnuskólans næsta sumar
Það er náttúrulega verið að leggja meiri áherslu á að fara í samstarf við fyrirtæki sem getur tekið við hópum úr vinnuskólanum og bjóða, í rauninni bjóða krökkum á miðstigi upp á fjölbreyttari námskeið. Og það má eiginlega segja að við erum svona að færa okkur aðeins frá því formi sem verið hefur varðandi vinnuskólan, að börnin séu úti með kústinn og í arfanum, og að svona kannski aðeins að færa þetta upp til nútímans og gera þetta svona áhugaverðara, ég ekki að segja. Nú, 8. dagskrárliður, þá farið bara einsendar breytingar á reglugerð hollustuhætti á sund- og baðstöðum, sem að við þurfum í sjálfu sér bara að skoða betur og væntanlega gera ykkur áform því tengt. Nú, 9. og síðasti dagskrárliðurinn ber heitið Sinfó í sundi, og það er áskorun sem við höfum fengið frá Sinfóníuhljómsveit eða stjórn Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem að það er verið að leggja til að í tilefni afmælis Sinfóníuhljómsveitarinnar verði farið í samstarfi við sveitarfélögin landið í verkefni sem kallast Sinfó í sundi, og þar er verið að hvetja sveitarstjórnir á hverjum stað til að bjóða upp á beina útsendingu frá tónleikum sem ber heitið Klassíkin okkar og hefjast klukkan 20 þann 29. ágúst, og áherslan á þeirri efnisskrá verður svona á fjölbreyttan söng. En við tökum bara, held ég, vel í þetta. Þetta getur bara verið skemmtilegur viðburður í íþróttahúsinu að hafa eina beina útsendingu frá góðum tónleikum meðan við svömlum í vatninu. En fleira var ekki gert á þessum fundi fræðslunefndar. Takk fyrir. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Guðveig Eyglóardóttir. Orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Er einhver sem vill kveðja sér hljóðs? Svo er ekki, og þá telst hún framlögð, og ég vil biðja forseta að taka aftur fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 24, og það er fundargerð frá fundi 74 skipulags- og byggingarnefndar, og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Nú, þetta var býsna fyrirferðarmikill fundur og endaði svo að við þurftum að slíta fund og boða til annars, þar sem að tími gafst ekki til að klára öll mál, en við urðum að klára þau. En á dagskrá fundarins voru 19 mál, og þar af eru 10 mál sem við höfum nú þegar tekið til afgreiðslu hér, og ég ætla ekki að fara nánar yfir þau, en ætla að tæpa á hinum, og það ber fyrst að nefna, það er Seleyrarland, fyrirspurn skipulagsmál. Það var lögð fram fyrirspurn fyrir hönd landeiganda Seleyrarlands breyting á landnotkun og landbúnaðarlandi í frístundabyggð, og fyrirspurnin var tekin fyrir á fyrri fundi skipulags- og byggingarnefndar, og hafði nefndin kallað eftir fleiri gögnum, og lögð var fram umsögn lands og skóga, en náttúrulega birkiskógur er innan fyrirhugaðs frístundasvæðis á Seleyri. Skipulags- og byggingarnefnd vísaði afgreiðslu erindis til starfshóps endurskoðun aðalskipulags. Næsti liður var Eskjuholt 2, umsókn aðalskipulagsbreytingu. Þar var lögð fram til að breytingu á aðalskipulagi fyrir frístundasvæði í Eskjuholti 2. Tilgangur breytingar var að breyta landnotkun á 8,5 hektara svæði úr frístundabyggð Eskjuholts 1 í verslun og þjónustu. Frístundasvæði fer því úr því að vera 153,2 hektarar í 144,8 hektarar. Nú, lýsingin hafði verið auglýst frá 22. júní 2023 til 10. júlí 2023. Uppdráttur og greinargerð var lögð fram þar sem tekið hafði verið tillit til umsagna sem bárust. Nú, þessu erindi var jafnframt vísað til starfshóps endurskoðun aðalskipulags Borgarbyggðar, en nú erum við komin á þann tímapunkt að allar aðalskipulagsbreytingar munu fara í gegnum endurskoðun aðalskipulags. Næsti liður var Borgarbraut 25A, fyrirspurn skipulagsmál, en þessu erindi hafði verið vísað til skipulagsnefndar af afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa,
Lögð var fram fyrirspurn lóðarhafa Borgarbyggða 25A og óskað eftir uppmælingu á lóð og lóðarblaði undir lóðina fyrir húsið og einnig báðu afstöðu sveitarfélagsins breytta lögun lóðar og stækkun. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í fyrirspurn lóðarhafa og fól skipulagsfulltrúa að láta innmæla lóðina í samráði við aðra lóðarhafa á svæðinu. Þetta var samþykkt samhljóða. Svo var það Vallar á 17 umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi en þarna var Atlantsolía að sækja leyfi fyrir umhverfisauglýsingaskilti sem voru 2 LED-skjáir festir við stálbörðaverki á steyptri undirstöðu og meðfylgjandi voru uppdrættir af skilti ásamt ástæðateikningu frá þjóðvegi 1. Skipulags- og byggingarnefnd hafnaði uppsendingu á auglýsingaskilti þar sem hún telur að skiltið sé þannig úr garði gert að það fangi athygli ökumanna og ógni umferðaröryggi þeirra sem aka hringveginn, samanber 90. grein umferðarlaga nr. 77/2019. En jafnframt höfðu við óskað eftir afstöðu vegagerðarinnar þrátt fyrir að þetta væri utan veghelgunarsvæðis og hún var nokkuð eindregin og vísaði vegagerðinni einmitt í umferðarlögin. Svo var það Gunnlaugsgata 4, það var lóðamarka fyrirspurn og þar sem lögð var fram ósk lóðarhafa á Gunnlaugsgötu 4 nákvæma merkingu á lóðamörkum milli þeirra lóðar og Gunnlaugsgötu 6A. Einnig var óskað eftir afstöðu sveitarfélagsins á breytingu á lóðamörkum milli lóðar 4 og 6. Nefndin tók jákvætt í ósk lóðarhafa færslu lóðamarka milli Gunnlaugsgötu 4 og 6 2 metra inn á lóð 6 eftir að undirrituðu samþykki beggja aðila hefur verið skilað inn til sveitarfélagsins. Nefndin fól skipulagsfulltrúa að láta hnýta upp nýjar lóðir og endurnýja lóðarleigusamninga við lóðarhafa Gunnlaugsgötu 4 og 6. Svo var það Krumsóla partur 2. Þetta var umsókn deiliskipulag. Þarna var lögð fram lýsing að deiliskipulagi fyrir Krumsóla part 2 í Borgarbyggð. Deiliskipulagssvæðið er 10 hektarar að stærð og afmarkast að sunnan af Ferjubakkavegi, að vestan af landi Begalda og norðan og austan af landi Krumsóla. Landið er landbúnaðarland samkvæmt aðalskipulagi. Markmið deiliskipulags er að skapa skýran ramma uppbyggingu á svæðinu. Fyrirhugað er að byggja 2 íbúðarhús, skemmu eða verkstæði, gróðurhús og útleiguhús. Jafnframt er fyrirhuguð minni háttar raforkuframleiðsla, uppbygging á vindrafstöð og sólarsellum ásamt aðstöðu húsi til raforkuframleiðslu. Aðkomað að svæðinu er Ferjubakkaveg 530. Hönnuður er á lista Skipulagsstofnunar samþykkta ráðgjafa. Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðaraksturvald samkvæmt samþykktum stjórn Borgarbyggðar samþykkti lýsingu til auglýsingar fyrir Krumsóla part 2 samkvæmt 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga. En þess ber að geta að allt það sem er fyrirhugað á þessum deiliskipulagsuppdrætti er heimilt í gildandi aðalskipulagi og er að ræða, það er góð lýsing á hvað er verið að ræða þarna. Á 15. lið á dagskrá var fullnaðarafgreiðsla skipulagsfulltrúa og skipulags- og byggingarnefndar. Það var samantekt á hlutverki og verksviði skipulags- og byggingarnefndar og skipulagsfulltrúa Borgarbyggðar samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins. Inn á fundinn kom Kristinn Bjarnason, lögfræðingur, en hann hefur verið að rýna fyrir sveitarfélagið þessi mál og eftir yfirferð með honum og fulltrúum og sviðsstjóra og starfsmönnum sviðsins þá fól nefndin sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs að koma með tillögur að breytingum á samþykktum sveitarfélagsins í samræmi við umræðurnar og í kjölfarið er vísa til byggðarráðs í kjölfarið til umfjöllunar. Svo voru lagðar fram fundargerðir afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa og afgreiðslufundar byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Davíð Sigurðsson, og forseti gefur orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 74.
og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að síðasta dagskrárlið hér í dag sem er númer 25 og það er fundargerð umsjónarnefndar fólkvangsins í einkunnum frá fundi númer 86 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Og þá er dagskrá fundarins tæmd hér fyrirgefðu. Já, fyrirgefðu, takk fyrir það. Yðar æruverði ég tæknimaður, takk fyrir það. Það er fundargerð frá fundi 86 og fundargerð frá fundi umsjónarnefndar fólkvangsins einkunnum frá fundi númer 87 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð og þá held ég að dagskráin sé tæmt hér hjá okkur í dag með réttu og ég þakka sveitarstjórn fyrir góðar umræður hér í dag, þakka starfsmönnum fundarins fyrir undirbúning og reytum fundargerðar og þakka tæknimönnunum okkar æruverðuga Eiríki fyrir sín góðu störf og segi þessum fundi slitið. Takk fyrir.